hans á leiðinni. En það vissu aðrir og þeim leist ekki á blikuna. Svo þeir ákváðu að prófa Lalla og hjálpa honum ef hann stæðist prófið. Hvað hefur þér borið að höndum, kunningi? Get ég nokkuð hjálpað þér? Það held ég varla, sonur sæll. Dóttir mín að gifta sig og hún á engin ílát og hvað þá aura til að kaupa fyrir, sagði sá gamli vesaldarlega, en Lalli beið ekki boðanna. Hafðu þetta, kunningi, og svo bið ég kærlega að hilsa brúðinni ungu. Lalli flýtti sér að kveðja því hann vildi ekki þurfa að hlusta á þakklæti gamla mannsins. En sá gamli lét ekki snúa á sig. Að vísu ætti hann enga peninga en hann ætti í fórum sínum svolítið sem Lalli yrði að þiggja fyrir góðsemina frekar en ekkert. Jæja, ætli ég geti farið að henda þessum fjársjóði fiskimannsins, en ekki á þjóðveginn, hugsaði Lalli með sér. Og nú kom í hug að gamli maðurinn kynni að eiga leið veginn og færi þá að hugsa margt. Betra væri að henda heldur þessu fiskhristri undir einhvern runnan í skóginum. Þetta er ágætur staður. Hér finnur það enginn. Oj. Þetta er eins og... Ég fyrir nú ekki að henda þessu. Sjá! En Lalli sneri við á miðri leið. Gull Marbendils var farið að valda honum verulegum áhyggjum.
Heyrðu, kunningi, þú getur átt þitt gull sjálfur. Það hefur á skömmum tíma komið mörgu illu til leiðar. Hér fæst ekki að kvarta. Ef gullið hefði ekki komið þér til bjargar, gætu ræningjarnir núna tekið í nefið úr pontunni þinni. Kra, kra, kra. Gull Marbendils var þeirra refsing, en þú átt önnur laun skilið. Krí, krí, krí. Þessir peningar eru sannir og munu ekki umbreytast í neitt annað. Kre, kre, kre. Svo mælti Marbendil og svo var. Lalli reyndi að útskýra að þetta væri samt allt og mikið fyrir nokkra leirpotta. En á endanum neyddist hann til að þiggja allt gullið. En samt vildi hann ekki láta borga sér of mikið. Í stað þess að fara með leirkerin sín á markaðinn, skildi hann þau eftir við tjörnina handa brúðinni. Hann vildi að hún fengi heimannmund eins og greifafrú sæmdi. Og þess utan rétt að hafa vaðið fyrir neðan sig í viðskiptum við Marbendla.